Götuspyrna, sem stærsta keppnin á bíladögum, fór fram á föstudagskvöldinu og mættu alls 60 tæki til keppni í mörgum flokkum. Mesta spennan var í 8 sílindra plussflokki, þar sem margar af okkar hörðustu hetjum spyrnugerans öttu kappi. Gulli hlaut að lokum Leonard Jóhannsson. Við tókum kappan tali strax eftir keppni á meðan adrenalínu var enn á fullu og spurðum hann út í bílinn. Hann er sjóðandi heitur af öllum ökum núna, ég get lofaði því. Það var tekið á tuggunni eins og hún átti það. Það var alveg þannig. En þetta slapp, þetta gekk upp. Hvernig voru brautaskilyrði? Brautaskilyrði voru mjög góð. Við reyndar keyrum svolítið ört, sérstaklega núna því að við erum að keyra ekki hreinan útslátt. Og þá hitna druslurnar bara, þessar gömlu sérstaklega sem eru kannski ekkert eins vandaðar eins og nýja dótið. Færum okkur aftur aðeins að bílum, hvað ertu búin að gera við hann? Ekki hann svona úr versluninni? Nei, ég held að það sé ekkert í þessum bíl svona eins og hann kom sko. Það er komin 8 sílindra vél, 360 AMC vél í hann og það er búið að
Ég og pabbi erum báðir búin að lúra mikið í headonum sem við settum á þessa vél og svo það er high stall converter sem stólar í 5 og 2 og það er allt. Það er bara full manual ventlabóti í skiptingunni og svona. Hvað er framhaldið hjá þér? Fara hraðar. Ég ætla að fara hraðar. Ég stefni á að fara með hann einhvern tíðan suður vonandi í sumar og ég ætla að ná hann ákveðnum tíma sem ég er búinn að setja mig fyrir, ekki á neinu gasi og leið og það tekst þá fer þessi vél úr og önnur í. Glæsilegt. Ég óska þér aftur til hamingju og gangi vel. Takk kærlega fyrir. Hilmar Jakobsen er einn af þeim sem lætur sig ekki vanta á spyrnukeppni. Kappinn var að sjálfsögðu mættur á bíladaga, en árangurinn var ekki alveg til þess að hrópa húra fyrir á þessu sinni. Við byrjuðum að spyrja hann hvað hann ætti eða marga Mustanga. Já, 3 Mustanga 166 og svo 2 svona Salínbíla. Salín, hver er munurinn á því og venjulegum? Það er bara eins og Shelby og það er bara sem sagt, hann heiti Steve Salín sem að breyti þeim bílum, þannig að það er svona bílar sem eru breyttir eins og Shelby bara. Sérst miklu meira í hann lagt á það? Já, það er náttúrulega bæði útlitsbreyting á þessum bílum og svo er þetta búið að setja á blásara í þetta og breyta innréttingunni og fjöðrunarkerfinu og brennslukerfinu og öllu, þannig að þetta er svona breytinga fyrirtæki, bara eins og AMG eða eitthvað svoleiðis. Þessi bíl sem þú kepptir á í dag, hvernig er hann útbúinn? Hann á nú að vera þokkalega útbúinn en hann klikkaði nú í dag. En það er búið að setja hann upp fyrir svona karmílu og það var settur upp til að fara að lága 10 og það er á hann að vera og það er búið að breyta allir fjöðrum fyrir það og létta hann og setja reistóla í hann og belti og búr náttúrulega og svo hann var beinskiptur og við breytum honum í sjálfskiptan og svo var svona aðeins áttu við vélina líka. Þannig að hann, eins og segja, þetta er bíl sem á að vera svona í 10-2-3 og fór það svo sem í bænum daginn. Nú kom ég hérna og náði 2 tímatökuferðum og svo þegar keppnin byrjaði þá fór ég bara hálfa ferð. Hvað myndirðu halda að veri sirka bóti í hestöflum? Það er erfitt að segja. Þetta er svona kannski 750 hestöfl, eitthvað svoleiðis. En það skiptir svo sem engu máli og kemst ekki á leiðarenda þá skipta hestöfl engu máli. Þessi Mustang-veiki sem við sýnist nú vera að taka sig hérna á Íslandi, hvað er þetta eiginlega? Þetta er náttúrulega bara æðislega skemmtileg bílar og hafa verið náttúrulega framleiðslega alveg frá upphafi, frá 64,5 og til dagsins í dag og þetta er bara ódýrar og vinsæli bílar sem er hægt að fá allt í og meðan að aðri muscle car bílar voru ekki framleiddir hérna í 2005 þá komu þessir og urðu mjög vinsælir þannig að þetta er bara Mustang er alltaf Mustang sko. Hvenær eignaðist þú þinn fyrsta bíl? Ég eignaðist fyrsta Mustangi minn þegar ég var 16 ára og á hann eða þá, það var fyrsti bíl sem ég keypti mér. Þannig að ég hef búin að hanga í þessum Mustangum endalaust og það er 66 módel og svo keypti ég þennan hérna 2006 til að eiga svona 40 árum yngri. Þannig að það var svona draumurinn að vera með eitthvað svoleiðis. Hvað er planið að eiga marga eftir 10 ár? Ég veit það ekki, konan nú vill nú ekki fleiri sko, en maður veit aldrei sko, hvað gerist, þannig ég ætla ekki að lofa neinu. Við þökkum bara kærlega fyrir spjallið og gangið vel. Takk fyrir það. Þetta er ekki svo erfitt maður. Nei!